Tré hafa gjarnan þykka stofna sem halda þeim uppi og laufblöðunum sem vaxa á trénu. Tré væru því ekki mjög tilkomumikil án stofns. En hvað með orð? Hafa þau stofn? Þegar að málfræðingar rýna í orð, þá nota þeir orð til að lýsa því sem fyrir augu ber. Stofn er eitt þessara orða. Stofn orðs er sá hluti orðsins sem er helst óbreyttur þegar við notum það, beygjum það og lögum það að þeim setningum sem við viljum mynda. Það eru misjafnar aðferðir sem við getum notað til að finna stofn orða eftir því hvaða orðflokki orðið tilheyrir. Þannig finnum við stofn flestra sagnorða með því að finna nafnhátt sagnarinnar og taka a-ið aftan af. Að tala hefur þá stofninn tal. Að hlaupa hefur þá stofninn hlaup. Stofnlýsingarorða má finna með því að skoða orðið í kvenkyni, eintölu og nefnifalli. Hér er stór, klár, blá, fyndin, taska. Stofn nafnorðs má finna með því að fallbeygja orðið í eintölu og skoða hvaða hluti orðsins heldur sér í öllum föllum. Hér er hestur, hest, frá hesti til hests. Hér er kona, konu, frá konu til konu. Það getur oft komið sér vel að geta greint og átta sig á stofni orða og við hefum eftir að velta upp dæmum það í rannsóknarleiðangri okkar lendur málfræðinnar. Og nú vitið þið að orð hafa stofn.